Í firðinum okkar hér búum við umlukt þröngum faðmi fjalla í helgidómi fagurrar sköpunar, yfirgnæfir hvelfing himinsins. Náttúran og umhverfið hér eins og víðar á Íslandi stórbrot og felur í sér tign og vissa ógn afla og eyðileggingar. En þrátt fyrir að þröngt sé byggðina og augljósar hættur sem geta fylgt búsetinu þá er það hér sem við viljum búa, lifa og starfa. Snjóflóðamannvirkin í Tröllagili í Neskaupstað voru formlega vígð fyrir skömmu. 150 manns mætti minningarreitin snjóflóðin þar sem athöfnin fór fram í blíðskaparveðri. Mannvirkið skiptist í 660 metra langan þvergarð, 420 metra langan leiðigarð og 24 snjóflóðavarnarkeilur. Og við búum við það hér í þessum bæjarkjarna í Fjarðabyggð að hér geta orðið snjóflóð og hér hafa orðið mjög mannskæð snjóflóð og hér hafa gengið yfir, ákveðnar hörmungar yfir þetta svæði út á snjóflóðum. Og svo hefur það gerst svona í tímanna rás að það hefur verið sett í sérstakan sjóð fé til þess að byggja upp varnir við snjóflóðum, það er að segja að snjóflóð fari þá ekki yfir byggð hér og markmið með þessum vörnum er náttúrulega fyrst og fremst að reyna að koma í veg fyrir það að hér geti snjóflóð fallið á hús og hér er við náttúrulega fyrst og fremst að reyna að tryggja öryggi fólks eins og hægt er. Hvaða svona áhrif telur þetta hafi bara á fólkið okkar í samfélaginu? Þetta er bara gríðarlega áhrif og til góðs. Fólk finnur til meira öryggis og við höfum bara heyrt það á íbúum hér. Og þannig að það skiptir bara máli. Og það hefur nú verið það góða þó við þessa garða, auðvitað eru þeir töluvert inngrip í náttúruna. Það er óumdeilt en okkur finnst það að tekist mjög vel til með það að þegar þú keyrir inn í bæinn þá sérðu ekki mikið þessi mannvirki, þau einhvern veginn stinga ekkert mjög mikið í stúf með svona þegar þau voru að gróa upp. En það hefur líka núna í seinni tíð að það hefur verið byggðir í kringum þessi mannvirki hjólreiðastígar og göngustígar með áningastöðum og þetta er gríðarlega mikið notað af íbúum hér bara til útivistar. Helgi Freyr Ólason, formaður knattspyrnudeildar Þróttar, tekur undir orð Páls Björgvins en svokallað hágarðarhlaup fór fram samhliða vígslunni en er þetta í 3. skipti sem að það er þreytt. Þetta er náttúrulega bara útivista paradís fyrir okkur Norðfirðinga með þess að stíga hérna út allt og útsýnið er náttúrulega alveg svakalega flott sem kom bara í kjölfar framkvæmdanna og við höfum náttúrulega nýtt þetta rosa mikið í hlaup og hjól. Er þetta mikið notað? Hérna er fólk á hverjum einasta degi, allum tíma dags. Það er upplýst svæði, hérna göngustígurinn hérna fyrir neðan er upplýstur og hérna sérðu fólk á öllum tíma sólarhrings, morgni til kvölds og í góðum veðrum alveg fullt af fólki hérna. Segðu mér frá hlaupinu ykkar. Já, við fórum á stað með hágarðarhlaupið okkar fyrir 3 árum síðan í rauninni vegna þess að við sáum tækifæri því að fólk var að nota þetta rosalega mikið og til þess að afla peninga fyrir deildina og stofnuðum þetta fyrir 3 árum síðan og þetta hefur vaxið gríðarlega síðan og alltaf fleira og fleira fólk sem er að koma og hlaupa. Við erum með 4 leiðir í dag. Við erum með ofurhlaup sem er 8,4 km þar sem þú tekur fjallið eiginlega má segja allt saman og tekur hækkunina hérna alla sem er í boði og alveg út á vita. Og svo erum við með 6,4 km í skemmtiskokki eða svona já. Svo erum við með svokallað barnavagnaleið sem er 5 km og svo erum við með nýjung í ár sem er krakkahlaup. Við náttúrulega gætum ekki haldið þetta hlaup nema fyrir það að við fáum góða styrktaraðila fyrir hlaupið og Íslandsbanki og Landsbanki og Síldarvinnslan og Sún hafa styrkt okkur dyggilega fyrir þetta hlaup og svo í ár er krakkahlaupið, það er styrkt af VAFOE og heitir krakkahlaup VAFOE. Þrátt fyrir að verkið sé langt komið er því enn ekki lokið. Í raun og veru eru kannski 2 áfangar eftir. Það eru svo kallar urðabotnar á Nesgil og Bakkagil. Næst eru farið í snjóflóðavarnir undir urðabotnum. Og við ofanflóðasjóði, eða stjórn ofanflóðasjóðs var hér í dag og tilkynnt okkur það með óbreytt fjárlög. Það er að segja að þá geti svo framkvæmd hafist 2019 og það er svona 3 til 4 ára verkefni, þannig að við kannski sjá þann garð verða veruleika 2021. Þannig að það er stutt í næsta verkefni. Við höfum kannski vilja hafa þetta svona meiri samfellu í þessu, það kemur núna svona 1,5 árs hlé inn í þessar framkvæmdir. En ég tel bara að þetta efli okkar samfélag.
Mikilvægi garðana er samdóma álit flestra íbúa í Neskaupstað. Í rauninni hvað gildi hafa þessir garðar að það sé verið að klára þetta fyrir ykkur og ykkar líf? Það var bara heilmikið gildi því að öryggiskenndin er náttúrulega svo mikil að hafa þetta þarna fyrir ofan. Og þetta er bara alveg ótrúlega mannvirki sko, sem eru þarna. Og hefur þú alltaf verið sátt við þessa byggingu? Nei, ég ætlum að segja ég var nú ekki alveg sátt sko. Þá var eyðilegt allar æskustöðvarnar mínir í fjallinu sko, en ég er alveg sátt í dag. Notar þú þetta til útivistar? Já, ég hef farið svolítið þarna upp á garða og labbar, bara síðast núna á sunnudaginn. Fór ég þarna eftir til. Þetta hefur verulega mikið gildi fyrir mig. Ég vissi það reynar ekki að finna garður var komið hvaða gildi hann hefur sko. Ég horfði náttúrulega á snjóflóðin falla sko, þannig frá og þetta gerir bara mikið fyrir mig. Ég lagði samt til svefns rólegur þegar þannig viðræði fyrir en garðurinn kom. Svo að hann gefur mér bara nýtt líf. Og ég hef alla tíð verið sammála hans byggingu sko, og treyst honum fullkomna. Þetta er eina mannvirki sem við getum reist sem að vera okkur fyrir náttúru vá. Það eru snjóflóðavarnargarðar. Og svo er þetta bara bráðskemmtilegt útivistarsvæði. Og ég fer oft í gönguferðir þarna og bara sitja á bekkjónum og hugsa málið.